Áframhaldið með föstudagsþáttinn. Hann kominn til mín hann Aðalsteinn frá hlusta.is. Velkominn. Takk fyrir. Þetta orðið bara svolítið gamalt fyrirtæki eða hvað? Já, það að verða, fyrirtæki sjálft 11 ára en við byrjuðum aldamótin að lesa Íslendingasögur fyrir grunnskólana. Já. Svo bara safnaðist alltaf í sarpinn og svo fyrir 11 árum ákveðum við að búa til eitthvað sem væri svona eins og heimilisbók sem voru hér áður fyrr. Já. Því bækur að fólk ekki að kaupa mikið á safnabókum, að safna riki en bækur eru bara, mennirnir tala og geta talað saman og koma með hugmyndir og þessar hugmyndir getum við geymt á prenti eða hljóði og hér áður fyrir var það náttúrulega bara sagnamenn. Það er náttúrulega ekki fyrir það var einstakar handrit skrifið upp og allar okkar sögur náttúrulega á handrit og svo kemur prentverkið eftir miðaldir og fólk náttúrulega sá þetta svona sem hlut en í hlutnum eru hugmyndir manna, sögur sem alltaf voru í munnlegri geymd. Og nú þetta aftur að taka smá breytingum yfir að þú getur hlusta líka. Þú þarft ekki náttúrulega, ég heyri fólk segja, ég get alveg vel lesið og ég les, en það er bara stundum gaman að hlusta líka. Þú þarft ekki að vera ólæs eða illalæs eða þú getur notið þess að hlusta. Það gefur aðra mynd af því sem þarna og það er innihaldið sem þetta snýst Og svo svo margir kannski líka á ferð og flugi að keyra mikið og vinna þannig vinnu að þeir gjarnan vilja hafa eitthvað í eyrunum. Mjög mikið, svona eins og vinur minn Matthías Jóhannesson sagði að það veri miðaldra konu sem héldi upp íslenskum bókmenntum og þær kunna líka að prjóna gera það oft. Því miður kunna karlmenn ekki að prjóna í dag en ég lærði það ekki af mér aðeins. Já, einn og einn. Já. Nú eru konar fleiri það eru fleiri fyrirtæki komin á markaðinn. Mikilli samkeppni eða þetta mismunandi hópar? Það bæði samkeppni en svo líka þetta bara aukast þannig að þetta á vissan hátt vinnur saman og þetta eru ólík fyrirbrigði. Eins og ég sagði þér áður, það var náttúrulega Blindrabókasafnið, það á lögum og hefur ákveðin réttindi og þeim var breytt með lögum yfir í Hljóðbókasafn Íslands, lén sem við áttum og gáfum þeim til þess að vera með og þeir eru bara með sitt mengi og við hefum mjög gott samband við þá og þeir hafa keypt á okkur titla, einhverju sem við eigum, svo náttúrulega Gísli Helga og svo einhverju sem svona stöku, svo JPVF að gefa út stakarbækur, svo kom inn Storytel sem hefur með keypt af JPVF og þá með svona svipað eins og við safn. En okkar sérstæð að við erum að horfa svo mikið á hvað inntak bókana, það sem í bókunum. Það ekki bækurnar heldur hugsanir manna, saga, fróðleikur og við einblínum á íslenskt. Og þetta byrjaði náttúrulega eins og sagði með fornbókmenntum og þar getur við fundið allt. Svo aftur, var nú lítið skrifað lengi í mörg 100 ár og svo byrjar þetta aftur á þar síðustu öld með Pilt og stúlku og Mann og konu og Aðalsteinn eftir Jón Mýrdal og svo kemur fyrsti rithöfundurinn okkar sem professional, Torfhildur Hólm og hún fyrir að skrifa sögulega skáldsögur og var mjög vinsæl. Bjó tími í Vesturheimi. Búið að lesa eitthvað eftir hann? Já. Við söfnum, við erum með þema og ég var að hugsa að því við erum að tala saman, getum hort á Norrlendinga sem ég tel mig vera þó ég sé fæddur fyrir sunnan, hreinræktaðan, þá hérna höfum við verið að setja inn á þessu ári og munum setja inn allt eftir Theodor Friðriksson sem fæddur í Flatey 1876 og hann skrifaði bók, náttúrulega margar bækur en það sem þekktast allir tel ég sem eru komin svona rúmlega miðjan aldur ætti að þekkja í Verum sem voru ákaflega vinsælar bækur hans æviskeið fram að seinni heimsstyrjöld, frá fæðingu, hvernig Flatey var byggð þá og tengdist náttúrulega Flateyjardalnum, fekk kannski 2 vikna menntun á Brettingstöðum og ekkert annað og fekk þess að flug í höfuðið að verða rithöfundur og eins og hann sagði, það hafði ekkert breyst sennilega frá því að stjörnuoddi var þar að skoða stjörnur mörg 100 árum áður, það var bara eins og þegar land byggðist raunverulega. Og svo alveg að seinni heimsstyrjöldin. Svo skrifaði hann reyndar eina bók til viðbótar sem heitir Ofanjarðar og neðan, sem svona framhald. Og þetta eitthvað sem þið að bæta við núna? Ég verið bara að setja allt eftir hann sem hann skrifaði. Já, sem hefur ekki verið til í hljóðbók?
ekki verið til í hljóðbók og ekki til í bókabúðum eða neinstæðar sko. Nei. Og til dæmis, og hann merkilegur til dæmis að því leit að fyrstu sögurnar hans hétu Utan frá sjó og ég tók eftir því nýlega að síðasta bók Guðrúnar frá Lundi kölluð Utan frá sjó og það engin tilviljun sko, þú veist, það bara, þetta svona einhvers konar, eins og við segjum, einhver tenging þarna, já, inspirasjón. Lyfta honum aðeins upp, svona, örugglega. Nú, hann skrifaði líka því að hann náttúrulega ekki langt frá köldukinninni, skrifaði hann sögu sem kölluð var Náttfari, hann náttúrulega kallaði hana, held ég, Embla, var þrællinn sem var með honum og hún eiginlega svona megin karakteri en á þeim tíma var hann ráðlagt frá því. Og hann hefur skrifað svona 15 bækur og þekkti marga og með þess að Sigurður Nordal hélt honum uppi til að skrifa Hákarla útgerð, menn voru tiltölulega vel stæðir fyrir þar síðustu aldamót vegna þess að lýsið var svo í góðu verði þá út á Látraströndinni sem að þú ert örugglega ættuð frá. Ég veit það. Og bara svona þú veist það örugglega betur en ég. Og svo núna erum við að byrja að setja inn sko öll verk Huldu. Unnar Þið eru svolítið að vinna með bara arfinn okkar, menningararfinn, fortíðina. Nákvæmlega. Þannig að okkar mengi ekki bækur sem lifa af ein jól, sko. Nei. Við erum að safna saman því sem gerir menn öðruvísi heldur en hin dýrin, að við getum hugsað og búið til sögur og komið hugmyndir og sagt frá. Og ég ofta að reyna að segja fólki að sko menn að segja Íslendingasögurnar, þetta nú bara eitthvað skáldskapur. Þetta náttúrulega ekki pjúra sannleikur, en ég get til dæmis sem dæmi þetta því að þetta munnleg geymd og frásagnir voru náttúrulega mjög þóttu merkilegar og skemmtilegar og allt það að Magnús frá Grund hérna fram í Firði, Eyjafirði, að hann var langjafi minn og pabbi árið sem hann fæddist 1918 þá var frænka mín unglingur að hugsa hann og þessi langjafi minn fæddur 1847 og hann kom inn og ég þekkti vel þessa frænku mína seinna og hún sagði að hann gekk að henni því að hann var bara ársgamall þegar pappa stó og sagði nú ertu föðurlaus auminginn. Þannig ég veit þetta orðrétt haft eftir manni, fæddur 1847 sko. Þannig að ég lifi nokkur ári viðbót að þá sko 200 ár og þetta alveg orðrétt. Þú getur haft þetta alveg orðrétt eftir. Já. En aftur að fyrirtækinu og hvernig maður gerist áskrifanda því að tíminn að hlaupa frá okkur. Þetta kannski sko, ég veit ekki hvort að kúnnahópurinn kannski eldri kantinum eða hvort að bara allir sem hafa áhuga á þessum fornbókmenntum eða íslenska arfinum. Bókmenntarfinum. Ég meina, þú þarft einhvern veginn að vera áskrifandi, þetta allt í gegnum tölvu eða hvernig virkar þetta? Já, við erum alltaf svo lítið fyrirtæki, við bara notum þá tækni að menn fara og skrá sig sjálfir, gefa upp kreditkort og velja sér notendanafn og lykilorð, notendanafn og lykilorð sem aðgangsorðin 2 og eru svo bara áskrifandur og það kostar 1490 krónur á mánuði. Og það hafa heimilið hefur aðgang á öllu okkar safni og það getur verið 3 í heimili og þeir eru að skoða mismunandi bækur, þeir geta allir notað sama orðið. Svo bara hliðar maður þessu niður? Nei, það er sko, já það er hlustar úr tölvunni eða hvernig gerir maður þetta? Já, það var hægt og er ennþá hægt að hjá okkur hlusta og setja þetta síman. En það er náttúrulega bara miklu einfaldara sem er að streyma, eins og þú horfa á MBL á fréttir einhverjar og það er mynd og allt og það er bara streymt af tölvu, yfir, þá er það bara viðmót. Og þú notar annarkvort tölvuna þína eða símann þín eða spjaldtölvuna sem viðmót, en þú getur tekið það niður. En hins vegar, þeir sem eru, og það er allir að færa sig meira yfir á símana og svona, það er alltaf að reyna að gera það léttara og auðveldara, að því að þú kaupir kannski símaáskrift frá einhverju fyrirtæki, Símanu, Nova eða hvað það er, og þá tilheyrir sko kannski 5 gigabæt í gagnamagni eða 10 gigabæt. Já, þú vilt ekki vera að downloada öllu og fylla það. Nei, það er bara það sem þú mátt flytja, ef þú ert einhvers staðar hérna upp á Súlum, og þú vilt hlusta á sögur, að þá áttu þetta gagnamagn til að flytja á símkerfinu og 1 mínúta er svona cirka 1 megabæt, þannig að 1 gigabæt er 1000 mínútur, þannig að í hverju mánuði getur hlusta á 5000 mínútur þegar kostnaðarlausu sem fylgir símaáskriftinni. Þannig að þessi hugsun ég var að hlaða þetta niður að því að það er svo dýrt í símanum, þá ekki við, það kemur, þessi gagnaflutningur er bara hluti af farsímaáskriftinni. Hér verður það að setja punkt, hlusta.is, hvet fólk til að kynna sér þetta, allar upplýsingar á netinu. Hlusta.is. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá. Mín var ánægjan.